Jæja Guðlaug, það er ótt að segja að það sé verið að rifja upp gamla jólastemningu hér í stofun í Dúshúsum í Reykjanesbæ. Já, það er ótt að segja það. Við erum hérna að rifja upp jólin eins og þau voru hér í gamla daga. Hérna upp úr aldamótunum 1900 voru haldnar jólatréskemmtanir í hátt í 20 ár á vegum Dús-verslunarinnar. Þannig að við hérna okkur langaði svona að fara tilbaka og reyna að skapa svona þessa góðu stemningu. Og hvað er það að gera? Núna erum við að bjóða upp á svona gamaldags föndur. Krakkarnir eru að föndra hérna kramarhús og hjörtu og hengja á jólatréð og skreyta jólatréð fyrir jólatréskemmtun sem við höldum hérna næstu helgi. Næsta sunnudag, 9. frá 23. Þið eru hérna með ýmsar upplýsingar upp á veggjum og annað. Það er alveg ljóst að jólin voru öðruvísi fyrir árið 1900. Já, heldur betur. Það er nefnilega, við höfum verið aðeins að glugga í söguna og erum búin að setja einmitt hérna upp á vegg á nokkur spjöld þessa skemmtilegu sögu sem nær aftur til 1900. Þá var hérna kona, frú Ása Ólafsen, sem tengdist Dúsversluninni. Hún bjó í Kaupmannahöfn og svo komu þau hingað á sumrin og hún var svona barngóð og þau bjuggu í Fischershúsi og hún bauð krökkunum í Keflavík í svona veislu til sín að sumarlagi. Þetta voru einhver smá slangur af börnum úr Keflavík og þetta var einhver rosalega flott veisla í fínasta húsinu í bænum og það var boðið upp á kökur og kræsingar og það var dansað. Og svo endaði hún sambúðan á því að segja ég ætla að muna eftir ykkur á jólunum. Og hún stóð við það. Og það voru haldnar hérna jólatréskemmtanir í einhver 19 ár. Fyrst held ég heima hjá henni og síðan fór það í einhvert annað hús og svo endaði þetta hér. Þetta var stærsta húsið í bænum og það var í þessum sal, þessi rosalega jólatréskemmtun sem voru bara nokkur 100 manns samankomin og það var dansað kringum jólatré og það var boðið upp á veitingar og þetta var skemmtun sem stóð bara allan daginn og langt fram á kvöld. Allir leystur út með gjöfum og þannig að þetta var alveg svona risastór viðburður á þeim tíma. Og örugglega verið mjög óvanalegt. Já, mjög óvanalegt. Já, algjörlega og það voru skrifuð lesendabréf til dæmis í Moggan þar sem að var verið að þakka fyrir þetta rosa flotta framtak hjá kaupmönnunum og hvetja aðra kaupmenn á landinu til að gera slíkt saman. Þannig að þetta var eitthvað svona viðburður sem allir biðu eftir bara með eftirvæntingu. Það er ótt að segja það að þið eru búin að stilla upp svona gömlu umhverfi hérna í jólastofunni ykkar í Reykjanesbæ. Þetta er svolítið magnað að sjá þetta. Já, þetta er rosa gaman. Okkur langaði svolítið að reyna að endurvekja svona þessa gömlu stemmingu og við fórum bara í geymsluna á byggðasafninu og stiltum upp svona þessari skemmtilegu jólastofu og erum að hvetja fólk til að koma og taka myndir af sér og börnunum og deila jafnvel á samfélagsmiðlunum. Það er ekki allir hægt að senda jólakort með gamla sniðinu, þannig að bara koma hérna og lesa þessa sögu og njóta þess að vera í svona notalegu umhverfi. Og unga fólkið á bæjarbúar eru duglegir að koma og hafa verið að gera það í mörgum viðburðum hjá ykkur á undanförnu? Já, ég held að megi alveg segja það. Við erum bara nýbúin að opna hér og þetta er svona fyrsti dagur í opnun og hér er alveg slangur af fólki og bara góð stemming. Og svo næstu helgi þá bara hvetjum fólk til að koma á jólaballið. Það er ókeypis aðgangur, þetta er bara klukkutími og okkur finnst það bara mjög temmilegt. Þá er bara sungið og dansað kringum jólatréð, allir leystir út með einu kramarhúsi með súkkulaðimóla í og bara notaleg stemming, allir velkomnir. Krakkarnir og foreldrarnir hafa kannski pínu gott að því að sjá hvernig hlutinni voru fyrir meir en 100 árum síðan. Það voru ekki alveg eins mikil flottheit, getur við hreinlega sagt. Nei, og það er einmitt kemur fram á þessum spjöldum til dæmis hvað menn voru að gefa jólagjafir Einhver fékk 10 krónur frá einhverjum og kókóstykki og eitthvað svona frekar plain og einfalda jólagjafir. Þannig að þetta er alveg bara væri mjög gaman fyrir foreldra að koma og lesa á spjöldin og aðeins bara svona endursegja börnunum sínum. Þetta er alveg mjög svona skemmtileg saga.